Sælveri Sigríður Rut heiti ég og verkefnastjóri á skrifstofu frístundamála í málefnum fatlaðra barna. Og ég ætla að taka hérna smá umfjöllun stöðning á frístundaheimilum og frístundastarfi yfir höfuð. Í Reykjavík eru starfrækt frístundaheimili fyrir börn í 1. til 4. bekk og þau eru 39 talsins við alla grunnskóla borgarinnar og skipt ýmist í frístundastarf fyrir 1. og 2. bekk. Stundum frístundaheimilin fyrir 1. til 4. bekk, en svo stundum skipt í líka safnfrístundir þar sem 3. og 4. bekkur kemur saman úr fleiri eða 2 til 3 skólum. Eitt sértækt frístundaheimili rekið í borginni og það fyrir börn í Klettaskóla í 1. til 4. bekk og heitir Gulahlíð. Opnunartími frístundaheimila og sértækar félagsmiðstöða frá því að skóladegi lýkur og til klukkan 5 á daginn, en það einnig opið allan daginn í jóla-, páska- og sumarfríum sem og starfsdögum skóla. En það einnig félagsmiðstöðar fyrir 5. til 10. bekk og þær eru 24 talsins, en þaraf einmitt 4 skilgreindar sem sértækar félagsmiðstöðar. Þar höfum við Öskju við Klettaskóla, Hellir sem staðsettur í Breiðholti og fyrir börn í grunnskólum í Breiðholti, Árbæ og Brúaskóla. Hofið staðsett í Vesturbæ og veitir þjónustum börnum í grunnskólum vestan Elliðaáa og Brúaskóla. Og svo Höllin, hún staðsett í Grafarvogi og fyrir börn í grunnskólum í Grafarvogi, Grafarholti, Kjalarnesi og í Brúaskóla. En félagsmiðstöðvar hafa breytilegan opnunartíma milli hverfa. Í starfaskrá skóla- og frístundasviðs kemur fram hver tilgangur frístundastarfs og hvað frístundastarf stendur fyrir. Í frístundastarfi áhersla meðal annars lögð á að vinna með félagsfærni, sjálfsmynd, virkni og þátttöku. Lagt upp með að starfi sé jákvæður valkostur í frítímanum og að allt starf sé innihaldsríkt og aldursviðeigandi. 31. grein Barnasáttmálans höfð til hliðsjónar við skipulagningu starfsins og alltaf áhersla lögð á að öll börn geti tekið fullan þátt í starfinu. Leiðarljós frístundastarfs SFS virk þátttaka, forvarnastarf, lýðræði, mannréttindi og reynslunám. Frístundastarfið allt miðar að því að allir séu virkir þáttakendur hafi sem mest starfið að segja. Mikið lagt upp á að virkja hugmyndir barna og unglinga, þau hvött til að segja álit sitt og hafa þannig áhrif á starfið og innihald þess. Þetta á bæði við starfið á frístundaheimilunum sem og í félagsmiðstöðvarstarfinu. Fjórir lykilþættir hafðir að leiðarljósi í frístundastarfi borgarinnar, en það umhyggja, sjálfsmynd, félagsfærni, virkni og þáttaka. Sjálfsmyndin skiptir rosalega miklu máli í lífi hvers og eins og í frístundastarfinu stutt við þróun sjálfsmyndar barna og unglinga og stuðla að því að einstaklingar takist á við fjölbreytileg viðfangsefni, þekki eigin tilfinningar, hafi trú á eigin getu, beri ábyrgð á eigin lífi og móti eigin ímynd og lífsskoðanir á sjálfstæðan og ábyrgan hátt. Umhyggja felur í sér skyldur, tengsl og samkennd og hins vegar vilja, hvöt og áhuga til að skilja aðra og veita þeim umhyggju. Gagnkvæm virðing og umhyggja mikilvægur grunnur í mótun samfélaga, farsælla samskipta og réttlætiskenndar. Í frístundastarfinu markmið að börn og unglingar beri umhyggju fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu, taki siðferðislega afstöðu til álitamála og tilengi sér muninn á réttu og röngu. Sýni umburðarlyndi og beri virðingu fyrir öðrum sem og að læra að meta og rækta vináttu. Félagsfærni miðar að því að geta átt jákvæð og árangursrík samskipti við aðra og í frístundastarfinu lögð áhersla á að börnin taki þátt í starfinu í sátt og samlyndi, beri virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra til að geta átt auðu og gefandi samskipti við einstaklinga óháð aldri, kyni, kynhneigð, þjóðerni, trú, líkamlegu og andlegu atgervi. Virkni og þáttaka felur í sér færni til að skynja og skilja hvað í því felst að búa í samfélagi með öðrum. Í frístundastarfinu læra börn og unglingar meðal annars
að sýna frumkvæði, vera skapandi í hugsun og gjörðum og þekkja barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og önnur réttindi og skyldur barna. Skipulagt frístundastarf hefur þríþætt uppeldisgildi en það forvarnargildi, afþreyingargildi og menntunargildi. Á frístundaheimilum með sanni hægt að segja að frístundastarf sé án aðgreiningar. Öll börn fá þann stuðning sem við teljum að þau þurfi og þarf ekki fötlunargreiningu til þess. Samráð haft við leikskólahluta SFS og við fáum til dæmis yfirlit yfir þau börn sem hafa verið með stuðning á leikskóla. Skilafundir eru haldnir í leikskólanum og til þess að frístundastarfið eða forstöðumenn frístundaheimila sitji þá skilafundi þurfa foreldrar að samþykkja. Því frístundastarfið er ekki skylda og er ekki lögbundin. Forstöðumenn frístundaheimila fá þar upplýsingar þjónustuþarfir og vinnuaðferðir sem eiga svo skila sér inn í frístundastarfið. Við höfum þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra á frístundahluta SFS sem passa líka upp á að þau börn sem hafa verið með mikla úthlutun á leikskólum fái viðeigandi þjónustu á frístundaheimilinu. Einstaklingsáætlanir eru unnar af forstöðumönnum frístundaheimila í samráði við foreldra fyrir þau börn sem forstöðumar telur að þurfi stuðning. Og ýmist eru það foreldrar sem benda á þá þörf eða leikskólar þar sem börnin hafa verið áður. Þekkingarmiðstöð metur einstaklingsáætlanir og stuðningsstörf frístundaheimila, ber ábyrgð á og heldur utan stuðningsúthlutanir. Frístundaheimili er svo vettvangur þar sem tiltölulega auðvelt að byggja brýr á milli barna í gegnum leikinn og það skipulagða frístundastarf sem þar fer fram. Og mjög auðvelt í flestum tilfellum að koma til móts við ólíkar þarfir. Lokað í 3 vikur á frístundaheimilum borgarinnar fyrir utan Guluhlíð sem er fyrir börn í Klettaskóla. Þar er opið allt sumarið en börn þurfa að taka 2 vikna sumarfrí. Hægt er að sækja undanþágu frá sumarleyfisákvæði ef þörf þykir á því. Inn í frístundaheimilin eiga líka forgang börn með skilgreinda fatlanir, þannig að þau ekki að þurfa að lenda á biðlistum til dæmis á hausti. Í félagsmiðstöðvum borgarinnar er boðið upp á það bil 2 til 4 klukkustundir á viku í starfi fyrir börn í 5. til 7. bekk. Misjafnt á milli borgarhluta hvort starfið sé aldursskipt og þá jafnvel bara 2 klukkustundir í boði fyrir hvern hóp eða hvort sé að ræða almennar opnanir fyrir þennan aldur. Fyrir unglinga í 8. til 10. bekk meiri opnun en það mjög misjöfn milli borgarhluta. Í þeim borgarhlutum sem samnýta húsnæði með frístundaheimilum til dæmis ekkert starfi boði fyrir en eftir klukkan 5 á daginn, á meðan að félagsmiðstöðvar í eigin húsnæði geta boðið upp á opnun frá jafnvel 2 einhverja dag í viku fyrir utan kvöldopnanir. Í einstaka tilfellum hafa félagsmiðstöðvar verið í samstarfi við skóla og jafnvel barnavernd og þjónustumiðstöðvar í vinnu varðandi einstaklinga í miklu vanda. Unglingar eru þá jafnvel að mæta í félagsmiðstöðina sína í staðinn fyrir að mæta í skólan og eru þar að vinna ákveðnum verkefnum. Unnið það með unglingarna út frá jákvæðri nálgun til þess að byggja þau upp í vonum að þau verði betur undir það búin að takast á við lífið og tilveruna. En eins og staðan í dag engum fjármunum varið í stuðningsúthlutanir til almennra félagsmiðstöðva í borginni. En það þá eins og þannig að starfsfólk félagsmiðstöðva gerir sitt besta til að taka vel á móti öllum og fá fræðslu og ráðgjöf, en það ekki hægt að úthluta stuðningi eða almennri aðstoð. Í sértækum félagsmiðstöðvum inntökuskilyrði að barn sé í umönnunarflokki 1-3 samkvæmt skilgreiningu Tryggingastofnunar og þær ætlaðar fyrir fötluð börn í almennum grunnskólum og brúarskóla. Sértækar félagsmiðstöðvar voru stofnaðar árið 2007 vegna þrýstings frá foreldrum sem fram að þeim tíma gátu eingöngu fengið heildagsþjónustu í frístundaheimilum á meðan börn þeirra voru í 1. til 4. bekk. Á þeim tíma var eingöngu boðið upp á heildagsþjónustu fyrir börn í Safamýri og Öskjuhlíðarskóla, sem nú Klettaskóli.
Því miður var ekkert almennt félagsmiðstöðvarstarf með daglegan opnunartíma frá klukkan 12:30 frá því skóla lauk og það því miður enn þann dag þannig. Þar af leiðandi þessi 3 sértæku félagsmiðstöðvar enn starfandi þar sem fötluðum börnum safnað saman úr mörgum skólum. Opnunartími svo sami og í frístundaheimilum borgarinnar og sama þjónustustig varðandi opnunartíma í jóla- og páskafríum sem og á starfstöðum skóla. Á sumrin loka sértæku félagsmiðstöðvarnar í 2 vikur nema Askja sem opin allt sumarið, en öll börn og unglingar þurfa að taka sér 2 vikna sumarfrí með undantekningartilfellum. Sértækar félagsmiðstöðvar með sömu markmið og annað félagsmiðstöðvarstarf og reyna í hvívetna að líkja eftir því. Sértæku félagsmiðstöðvarnar bjóða upp á smávægilegt kvöldstarf og til dæmis aðilar að samfélags taka þátt í öllum sameiginlegum viðburðum með öðrum félagsmiðstöðvum á landinu og hafa verið duglegar að hvetja sína unglinga að sækja félagsmiðstöðvarstarf í sínu hverfi eða við sinn skóla. Einstaklingsáætlanir unnar fyrir öll börn í sértækum félagsmiðstöðvum í samstarfi við foreldra og unglingana sjálfa þegar við á. Markmið unnin út frá styrkleikum, áhugamálum, hvers og eins og alltaf með áherslu út frá markmiðum frístundastarfs. Jákvæð nálgun ávallt höfð að leiðarljósi. Unnið með börnunum og unglingunum í hópum í ýmsu klúbbastarfi en í einstaka tilfellum hefur þurft að mæta einstaklingum með sérdagskrá fyrir utan húsnæði sértækra félagsmiðstöðva. Til að mæta þörfum barna og unglinga með krefjandi þjónustuþarfir hafa verið farnar ýmsar óhefðbundnar leiðir samanber þátttaka í hjólakrafti, daglegar vettvangsferðir eða stuðningur settur inn í almennt félagsmiðstöðva eða íþróttastarf. Markmiðið alltaf að leita allra leiða til að mæta þörfum þeirra sem þörf hafa fyrir frístundaþjónustu. Á frístundaheimilum og sértæku félagsmiðstöðvarstarfi stuðningi úthlutað til starfseiningana í heild sinni og reynt að taka tillit til ýmissa þátta við úthlutun. Það tekið tillit til eins og til dæmis húsnæðiskost, reynslu starfsmanna, samsetningu barnahóps hverju sinni, fjöldi barna sem þurfa stuðning og þjónustu þörf einstakra barna. Á öllum stöðum það svo þannig að forstöðumenn í hverju frístundaeiningu deila stuðningi á milli þeirra barna sem þurfa. Það líka okkar reynsla að stuðningsstörf ekki svo sama í skóla og frístundastarfi og því þarf að skoða heildstætt hvað börnin þurfa. Sum börn þurfa stuðning á báðum stöðum og hafa jafnvel verið með stuðning í leikskóla áður. Sum börn þurfa jafnvel bara stuðning í frístundastarfi og önnur börn þurfa stuðning eingöngu jafnvel í skólastarfinu. En það bara mjög misjafnt milli barna hvað þau þurfa en alltaf þarf að mæta barninu þar sem það statt. Takk fyrir.